Það er Tufa, þetta voru risastór 3 stig eða ekki? Já, alveg klárlega, sérstaklega sko hvernig við vorum að spila þennan leik í dag og það er ekkert mörg lík sem koma í Víkin og hafa frammistöðu eins og við áttum í dag, sérstaklega fyrir að leikur og svona síðast í 20-25 mínútur í seinni hálfleik og mér finnst svona sanngjarn sigur á endanum á móti mjög góða liði og það þarf ekkert að hrósa Víking líka sko, þannig að allir vita hvernig þetta er búin að vera undanfarin ár. En okkar lest, þegar svona okkar liði er bara uppleitt og búin að vera allan tíman síðan tímabil byrjaði og núna er í rauninni bara þetta í rauninni bara næsta 3 stig sem við erum að vinna, mjög stórar, utan við erum eftir langa tíma að koma á toppinn. Ég talaði við Jónatan Inga á hann sagði að liðið vera svona smá sloppi í byrjun seinni hálfleiks, ertu sammála því? Alveg sammála því, þetta var svona að gera verkum að Víkingur koma aftur inn í leikina verðskuldað og við fórum aðeins út af skipulauginu og eins og Jónatan orðaði þetta svona smá sloppi, svona missa einfalda sendingar, gera kannski ekki alveg hluti eins og vorum að gera í fyrra leik og þá yfirleitt kemur refsing. Þeir jafna verðskuldað og þá svona aftur við setjum inn í næsta gír og vinnum þetta á endanum sanngjarnt held ég sko. Hversu bara sætt var að sjá Patrik setja hann þarna? Já, alveg klárlega og fyrst og fremst að gera þetta fyrir liðin og tryggja sigurinn. Það voru ekkert mark sigur held ég sko hjá Val í Víkinni undanfarin ár eftir að terra velgengni en við bara erum að halda áfram okkar strík og erum að leggja hart á okkur og búin að vera á það og þetta var bara næsta skref í þessa ferli sem okkar liði er. Og Valsmenn bara komnir á toppinn eða þrjú lið með 30 stig á toppinn? Já, bara strákinn mín var að segja að við vorum ekkert á toppnum í 1435 daga. Hann sagði mér þetta fyrir leik þegar við vorum liðinni í Víkina og það sýnir hversu erfitt er að komast þangað. En ég er bara ánægður og stoltur með strákana mína. Komnir heim á föstudaginn eftir erfiðan leik á fimmtudaginn í Íslandi. Eitt æfing leikur í kvöld í Víkinni, fara aftur í ferðalag í nótt og svona búin að spila fullt af leikjum á rosalega stuttan tíma. En mikið samstæða, mikið karakter í liðinu og bara liðið mitt og strákanir á bara hróskilið. Það er gaman að vera valsari núna í dag eða ekki? Það er alltaf gaman að vera valsari og ég er búinn að segja þetta allan tíman. Jafnvel í byrjun móts þegar kannski það var enginn að sjá okkur í einu baráttu að það er alltaf gaman að vera valsari og eins og ég sagði áðan, við bara haldum áfram okkar strík. Heiðarleiki og vinnusemi alltaf borga sér á endunum og skila góðu og þannig er bara liðið okkar búinn að vera allan tíman. Það er bara eins og ég sagði áðan, vorum að fagna núna í Kleifunum, fara heim að bakka töskuna og svo er bara næsti leikur, stór leikur í Litóína móti Žalgiris. Það verður heiðarleiki og vinnusemi í Litóína eitthvað? Það verður aldrei farin frá þessu liði og liðið er þannig skipað, hrós líka mikið á þjálfarateymi sem er bara í rauninni halda þessa línu fyrir strákana og eins og sagði bæði fyrir hina leiki sem við vorum að vinna núna þegar við erum að uppleit, þetta er bara rétt svona komin aðeins yfir 50% leikjum í sumar og það er ekkert að þessi sigur allar að breyta eitthvað miklu hvað við ætlum að gera í næstinni og eins og ég sagði áðan bara næsti leikur. Takk hérlega, Tufa. Takk fyrir.